Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sælublesuð, það berast óhuggulegar fregnir af þjóðvegum landsins. Mist allt of mörg mannslíf í banaslysum í umferðinni. Þau eru orðin 11, nú þegar júní er ekki búinn. Árið er ekki hálfnað, með sama áframhaldi myndum við missa 22 manneskjur sem vonandi verður nú ekki, vonandi verður bara stopp í þessari óheilla þróun. En þetta vekur óhug, ekki síst í ljósi þess að allt árið í fyrra urðu færri banaslys en nú þegar eru orðin. Og til að svona fara aðeins inn í hegðun okkar á þjóðvegunum, aukna umferð að einhverju leyti, innviði og ástand vega og svona velta upp alls konar álitaefnum og spurningum sem að kvikna í tengslu við þetta, hef ég fengið fulltrúa frá Samgöngustofu til þess að ræða þetta mál aðeins við okkur. Vertu velkomin Þórhildur Elínardóttir, samskiptastjóri Samgöngustofu. Takk. Mér langar kannski til þess að hefja leika og spyrja þig, hafa íslensk stjórnvöld með einhverjum beinum hætti séð ástæðu til þess að bregðast við þessari bylgju, þessum mikla fjölda látinna í umferðarslysum það sem hafa verið þess árs? Já, sannarlega. Það er þannig vissulega að umferðaröryggis áætlun, hún gerir svona langtímaplön og gerir sínar áætlanir út frá þeim gögnum sem að liggja fyrir. Það er að segja við sjáum eitthvað trend eða einhverja hegðun og það er brugðist við því með ákveðnum hætti. En í þessari hræðilegu lotu sem að er núna yfirstandandi, við lítum svo á að áramótin marki einhver þáttaskil og þá byrjum við vel á nulli og þetta hefur nú ekki byrjað vel. Nei. Og janúar byrjaði mjög illa bara strax og þá þegar hófu samtalið ráðherra samgöngumála og með sínum undirstofnunum sem eru Samgöngustofa og Vegagerðin og rannsóknarnefnd samgönguslysa. Sem að ræddu málin varðandi það hverjar svona líklegar orsakir væru, með hvaða hætti væri hægt að bregðast við og það samtali er að sjálfsögðu ennþá í gangi. Þannig að við sjáum í rauninni þörf á því ofan á það að gera þessi svona skipulögðu umferðaröryggis áætlanir að í rauninni hvernig getum við brugðist við til skemmri tíma. Þetta er það alvarlegt mál að missa fólk í dauðan út á þjóðvegum ofan á það að fleiri eru að slasast vegna þess að slysum hefur fjölgað. Þetta er auðvitað ekki að líta á þetta sem svona einhvern eðlilegan fórnarkostnað samgangna. Þannig að það er sem sagt, við erum bæði að tala að fleiri látast í umferðinni og fleiri slasast líka. Já. Þannig að slysum bara almennt er að fjölga. Slysum hefur fjölgað og það svona, sem einhvers konar hlutfall af þeim sem eru á ferðinni þá átti ég ekki alveg, ég get ekki alveg komið með þá tölu hvort að það er bara eitthvað svona fasti, þú veist, einhver svona fast hlutfall af þeim sem eru á ferðinni er að fara að lenda í einhverju. Það er ekki þannig sem við reiknum þetta. Heldur sjáum við bara það að slysum hefur fjölgað, slösuðum hefur fjölgað, látnum hefur fjölgað á þessu ári og er í rauninni svolítið á pari við það sem var kannski fyrir 5 árum. En sko, orsakirnar eru meðal annars aukin fjöldi út af vegum. Já, augljóslega. Og þetta gerist á tímum sívaxandi ekki umferðaröryggis, sívaxandi stækkandi þáttar öryggisbúnaðar í bílum. Okkur er sagt að þeir verða alltaf öruggari og öruggari. Þannig að þetta er ekki síst áhyggjuefni sýnist manni í ljósi þess að bílarnir er að verða öruggari og öruggari
og því svona bakslag í rauninni kannski enn alvarlegra en ella, ekki satt. Sannarlega, bílarnir eru öruggari núna heldur en þeir hafa nokkur sinni verið. Það er þannig. Tæknibúnaðurinn er mun meiri og bílinn hjálpar þeim miklu meira. Þannig að það er til staðar. En hegðunin hún er kannski gamli heilin ennþá þarna í okkur og hún er ekki nægilega góð og hegðunin er það sem að ræður mestu afdrif okkar og gæfu í umferðinni. Já, sko 11 látnir, langflest slysinn á þessu ári ef ekki öll utan þéttbýlis. Þjóðvegurinn er sannarlega varasamur þessa dagana, gæti maður ályktað og við erum bara rétt að byrja að sjá þá umferð sem verður á vegunum þegar flestir ferðamenn verða hér. Ég spurði áðan sko hvort stjórnur væri búin að bregðast við, eru þau búin að þú sagðir að þetta samtal væri hafið en sko hefur eitthvað komið út úr þessu? Sko það er ekki komin einhver svona quick fix. Nei. Það er ekki til. Nei. Quick fix á þetta. Nei. En þegar að allir taka saman höndum, að þá er það líklegt til þess að skila árangri. Já. En þegar ég segi allir, þá meina ég auðvitað öll þjóðin. Já. Það sem að þarf til, þetta er samvinnuverkefni okkar allra. Já. Það er ekki þannig að fáeinir aðilar eða einhvers konar kerfi bjargi hegðun heillar þjóðar og hennar gesta. Við situm auðvitað uppi með það að sko augnablik ræður mjög miklu. Þannig að sko hvaða sem að í rauninni fær fólk til að taka mikla sjansa, það getur verið eitthvað mjög flókið, alveg örugglega, en það sem að okkar forvarnir á Samgöngustofu ganga út á, það er í rauninni að hvetja fólk eindregið til þess að kynna sér öruggahegðun og fara eftir henni. Við vitum þetta öll, reyna svolítið að sýna agan sem þarf til þess að vera ekki í símanum og meðan maður að keyra, vera með beltin spennt, keyra á löglegum hraða. Sko löglegi hraðin, hann er settur af ástæðu, hámarkshraðin, hann er settur af ákveðin ástæðu. Vegirnir okkar þola ekki meira heldur en það sem að framkemur í hámarkshraða. Þannig að það er nú eitt. Þannig að í rauninni bara hvert og eitt okkar ber gríðarlega ábyrgð, við sem að stjórnum ökutæki, við berum alveg gríðarlega ábyrgð á okkar eigin heilsu og annara. Þannig er það. En slit á vegum maður hefur heyrt að þyngstu ökutækin sem fara íslenska þjóðvegi séu á við 10.000 létta bíla og ég veit þú sagðir að mig þegar ég baði að koma hérna í þáttinn að ástand vega væri á forræði vegagerðarinnar og ekki beint undir þínum hatti, en ég held við verðum samt að reyna að ræða aðeins sko þessi samgöngumannvirki sem við erum með. Ég veit ekki hvort það á þátt í þeim bannaslysum sem orðið hafa á árinu hve vegir Íslands eru í misgóðu ástandi, en eitt sem er sameiginlegt með þeim er að það er ein akrein eiginlega allstaðar og vegaxlir eru oft ekki mjög traustar. Ég sjálfur mjög mikið á milli Akureyrar og Reykjavíkur eða Mývatnssveitar og Reykjavíkur og hef í rauninni alltaf gert bara síðustu áratugi. Mér finnst að verða oftar og oftar sem að það er einhver svona dæld í vegi eða sem sagt að maður finnur aðeins fyrir því að veginir eru kannski ekki jafn góðir og þeir þurft að vera plúst að þeir eru þröngir. Og svo hef ég rekið mig á alls konar hegðun sem að ég hef reynd að skrifa fréttir til dæmis skrifaði fréttaröð í Fréttablaðið fyrir nokkrum árum þessa miklu kastara sem að voru á stærstu flutningabílunum og geta blindað ökumenn, sérstaklega lítilla bíla sem eru lágt á veginum. Eins og ég segi, ég hef ekki hugmynd það hvort þetta sem ég nefni núna hefur verið orsakavaldur í einhverjum af þessum slysum, en maður veltir fyrir sér sko
bæði það að siglingar í stað siglinga þá hefur orðið meira álag á þjóðvegina með þungaflutningum og það hefur orðið þessi sprengja í notendum vegana með ferðamannabombunni. Það hefur oft verið sagt Íslendinga að við séum frábæri að bregðast við náttúruhamförum og snjóflóðum og þú veist stöndum öll saman eins og einn maður. En þegar komi að því að einmitt vera með plan fram í tíman að átta okkur á því að nú þetta að gerast og þá þurfum við að setja meiri pening í þetta og við þurfum að hlúa meira þessu. Getur verið að við séum að súpa seyðið af ákveðnu andvaraleysi okkar samanber það sem að sunda því sem ég var að nefna? Já, það er auðvitað alveg örugglega ekki svona einföld skýring á þessu öllu saman. Ástand vega er eitt, en sko aðalega skiptir máli sama á hvernig vegið þú ert að keyra, að þú akir í samræmi við aðstæður. Þannig ef þú ert að keyra á vegi sem þið finnst mætti vera betri, að þá keyriru eins og hann sé einmitt þannig. Að þú keyrir meiri aðgátt og lækkar hraðan og allt þetta. Þannig að ábyrgð þín sem ökumanns er mest. Ástand vega getur verið alls konar og við búum með þetta líka þau veður skilyrði að vegir geta sko orðið ónýtir bara yfir vetramánuð. Þannig að það er eitthvað sem við munum alltaf þurfa að kljást við. Þannig að sko ég allavega okkar sjónarmið er að sko ástand vega er eitt, veður er annað. Þetta er allt saman svona breytur sem hafa áhrif á það hversu hagfellt er fyrir þig að keyra á milli Mývatns og Reykjavíkur. En ef að veðrið er slæmt eða ef að vegurinn er ekki nægilega góður, ef það eru margir að keyra á veginum, ef það er myrkur og úrkoma, að þá keyrir þú bara þannig. Þú bara metur bæði það að fara út á veginn við þessar aðstæður og svo keyriru eins og þessar aðstæður séu fyrir hendi en ekki bara að það sé sumardagur, þurrvegur, þú veist, allt sé í góðu lagi. Þá notar þennan hámarkshraða sem er uppgefin, hann miðast við bestu aðstæður. En ef það eru lakar aðstæður þá verður að keyra í samræmi við það. Þannig það er í rauninni þau skilaboð sem að við höfum reynt að halda á lofti. Þessi ábyrgð, meta aðstæður, fara varlega, bara að vera allskáða og vakandi. Komiði leiðbeiningum til erlendra gesta sem koma til Íslands? Já, við reynum það. Það er með hvað hætti? Ferlega erfitt af því að þau sko sá svona athyglisgluggi sem við fáum hjá fólki sem er að koma hérna kannski örfáa daga, hann er bara mjög lítill. En við reynum að nýta þær leiðir sem við mögulega sjáum að gætu gengið. Við höfum unnið til dæmis á tímabili unnið við mjög mikið með kínverska sendiráðinu sem dæmi að því þá voru ferðamenn frá Kína, var það nýjung hjá okkur. Þannig að við fengum svona sérstakt slott hjá þeim úti, bæði hérna hér sem sagt hjá kínverska sendiráðinu hér og íslenska sendiráðinu úti í Kína til þess að segja frá sérstöðu vega. Við höfum verið með kynningu í umborði flugvélum, við höfum verið í samstarfi við bílaleigur, þannig að við höfum svona reynt að nýta þann vettvang sem við mögulega höfum til að ná til þeirra. En það er alveg handleikur sko, því að fólk líka kemur allstaðar að og er kannski bara fólk er misvant að keyra. Og sko það er annað sem er svolítið sérstakt held ég við Ísland miðað við allavega sum önnur lönd að sko bara ein saga. Einu sinni var ég að aka yfir Víkurskarðið áður en Vaðlaheiðargöng voru opnuð, minni mig, held það. Og þá er þarna orðin töluverður straumur af erlendu ferðamönnum og þetta var á milli vetrar og vors og ég fer yfir Víkurskarða austan og þar eru nokkrir bílar stopp með erlendu ferðamönnum í
þar sem sko hættulegast að stoppa í brjáluðum bíl, ekkert skyggni, en samt var ekki ófært. Og þeir höfðu stoppað á hættulegasta staðnum upp á þessum fjallvegi í Víkurskarðinu af því að þeir voru ekki vissir hvað væri handa við hornið. Og þegar ég stökk út úr bílnum, útskýrði fyrir þeim, það verður að hafa það, þeir séu ekki viss, þeir skapið miklu meiri hættu með að vera hér, þeir verða að halda áfram, þótti sjáuð ekki hvað er hinum megin, nefnum bara örfá metra. Og þeir höfðu aldrei velt því fyrir sér að það geti verið rétt að halda áfram þegar þú vissir ekki hvað var framundan. Síðan rakið á eins og beljur niður á Víkurskarðinu og talaði svo við þá þegar við vorum öll komin niður á láglendi aftur og þau sögðu það hefur enginn sagt okkur hvað við erum að gera þegar við erum á fjallvegi og aðstæðurnar verða þessar. Þetta fannst mér til dæmis lærdómsríkt. Þannig að eru þau svona aktíft að reyna að finna nýtt aðgengi að erlendu ferðamenn síst í vetrartíma? Þetta eiginlega verkefni og náttúrulega með þessari sprengju ferðafólk sem að var hérna fyrir örfáum árum, hún hefur kannski ekki dalað neitt mjög mikið. Þannig að þá er þetta eiginlega verkefni að reyna að koma þessum skilaboðum áfram. Þannig að við erum svona þetta er bara eitt af því sem við höfum verið að sinna. Svo höfum við verið að taka svona við sjáum hvar svona viðbótar álagið þú veist að við sjáum orsakir viðbótar áskoranir sem að hafa bæst við það sem er núna búið að vera í mörg ár og hefur reynst nauðsynlegt að taka upp sérstaklega. Það er notkun fólks á símum meðan það er að keyra. Eins og þá var fólk bara með takkasíman við eyrað, það þótti ekkert eitthvað það slæmt alveg í árdaga farsímana, en svo náttúrulega er það bannað í fyrsta lagi og svo eru símarnir orðin þannig að þú kannski minnsta sem þú notar þá er það að tala í þá. Þannig að þú ert kannski bara að nota þá til að skiptum tónlist og senda skilaboð og lesa tölvupósta og senda skilaboð. Horfa á YouTube. Fólk í alvörunni heldur að það geti það sem að var reynt að ljúga að okkur að væri ótrúlega sniðugt sem er að multitaska. Við getum það ekki. Þetta er mýta. Það getur engin multitaska, það getur engin hort á YouTube og ekki með örgum hætti samtímis. Þannig að þú veist, það er það verkefni sem við höfum verið að sinna núna nýlegast, að hvetja fólk til þess að setja á símastillingu og leggja síman frá sér. Það er ekkert svo mikilvægt að það megi ekki bíða þangað til að hægt er að sinna því með örgum hætti. Það má alveg nota síman, þú getur alveg sett á tónlist áður en þú leggur á stað og svo bara hlustar á hana þangað til að þú stoppar á næsta áningarstað. En ekki hafa síman bara fyrir félagskap alla leiðina. Ekki með því að vera að sinna honum eða lesa skilaboð eða senda skilaboð. Þetta er alveg augljóst þegar við tölum það. Þér finnst þetta augljóst, ég vona að þú sérst á sama máli. Algjörlega. En samt einhvern veginn erum við svo, að því þú talar að bregðast við erum svo mikið í viðbragði. Síminn pípir og við bara bregðast við þó að það henda okkur ekki. En ástand vegana er ekki nógu gott og það er ekki varið nægu fé í viðhald, hvorki á þessu sviðinni og öðru á Íslandi. Ég held við séum alltaf meira um en að setja peningin einhverja vitleysu og ekki þangað sem að peningar þyrftu helst að renna. Og svo er það frekjan, það er frekikallinn, sá sem að keyrir fram úr öðrum. Ég geti örugglega sagt þér bara sögur fram á haust af augnablikum þar sem að maður upplifir að maður hafi verið nálægt í að lenda í lífshættu út af framúrakstri. Framúrakstri frekakallsins sem er bara alveg sama virðist vera þótt að komi umferð á móti, hann fer bara samt fram úr þér og maður þarf stundum sjálfur að negla niður í hálku til þess að hleypa honum aftur inn í röðina hægra megin á veginum til þess að hann skelli ekki á næsta bíl.
þetta finnst mér ekki hafa sko, það svo margt sem hefur breyst í okkar hegðun til hins betra, bara ef maður horfir á uppeldismál og alls konar svona samspil þátta, það ótrúlega margt sem miklu betra í dag en það var þegar ég var krakki. Já, ég samanlega. En til dæmis þessi menning, hún ég hef ekki séð að það séu nokkra umbætur í frekakallinum sem að tekur fram úr öllum hinum og stofnar mjög mörgum í voða og tengt því líka sko að við erum að verða vitni, finnst mér, að fleiri erlendum ferðamönnum sem að jafnvel eiga það til að stoppa bara upp á Holtavörðuheiðinni eða langar að taka mynd bara með mjög skömmu fyrirvara og stoppa jafnvel á miðjuveginum. Þetta eitt af því sem við höfum verið að í rauninni einn af þeim þáttum sem við höfum verið að setja í okkar boðskap gagnvart erlendu ferðafólki að ekki stoppa. Stoppaðu þar sem er ætlast til þess að maður geti stoppað en ekki annars staðar af því að við með þetta þekkjum þetta örugglega við öll sem að höfum eitthvað keyrt utan bæjar þekkjum þetta að hérna allt í einu bara er einhverja það hestur eða eitthvað og fólk vil ná mynd á honum, þetta náttúrulega bara ótrúlega flottur hestur og fólk verður að taka mynd á honum núna og það skiptir kannski einhver máli þó sért á þjóðvegi af því það eiginlega engin umferð. Þú veist, fólk sem að kemur utan úr heimi þar sem sko miklu fleira fólk það upplifir ekki endilega að það sé mikil umferð á okkar þjóðvegum. Nei. Þú veist, þannig upplifunin kannski aðeins önnur. Heldur það sé bara einhverjum einkavegi þegar það ekki búin að mæta bíl í nokkra myndur? Mögulega, en að því þú nefndi frekakallin þá það þetta spennustig sem að maður áttar sig ekki á því hvort að það hefur einhvern veginn farið vaxandi að fólki finnst að liggja lífið á og kannski einhverjir bara upplifa að þeir séu ódauðlegir. Það komi bara ekkert fyrir þá og finnst það skipta öllu máli að vera fremstur. Einhvern veginn geta ekki verið að keyra fyrir aftan einhvern annan. Þannig að þetta einhver hugsunarháttur sem að engin nema viðkomandi getur svona undið ofan af. En við reynum okkar besta til þess að fá fólk til að aðeins að staldra við og svona hugsa málið aðeins til lengri tíma heldur en næstu 5 sekúndna. Þegar ég segi frekikallinn þá samt auðvitað þetta mjög alvarlegur málaflokkur og hérna það sæmir ekki vera með einhverja léttúð í þeim efnum þegar við ræðum þessi mál. En ég ætla samt að leyfa mér að segja það að kannski það til marks valdeflingu ungra kvenna að hérna þetta eiginlega allt saman kallar sem að taka út úr manni sem taka fram úr manni við stundum ekki góðar aðstæður en það einstaka ung kona líka maður sér engar miðaldra eða gamlar konur stunda þessa háskalugu hegðun en það kemur fyrir núna að hérna finnst mér að ungar konur séu kannski alltaf því jafn kræfar eins og ungir kallar og það auðvitað ekki nógu gott en það samt kannski eitthvað sem jákvætt við að hérna ungar konur tekja sér meira pláss. Ég veit ekki alveg hvort þetta svona birtingarmynd svona einhverja framfara, ég held ekki en sko þetta með sko, konur hafa verið í minni áhættuflokki með að valda umferðsleysum heldur en kallar. Þannig að það eru ungir karlmenn eru svona sá hópur sem hefur kannski í gegnum tíðina verið svona útsettastir fyrir því að stunda áhættu hegðun. Reyndar það þannig að undanfarin ár þá hefur ungum ökumönnum gengið betur heldur en oft áður að stýra sinni hegðun og haga sér bara skynsamlega, aðeins meiri skynsami í þeim heldur en kannski var í okkur þegar við vorum á þessum aldri sko, og það alveg hægt að segja að það er sko betra ökunám að skila sér við, þegar að þú lærður á bíl, ég veit ekki hvernig það var en 2 tímar ég tók 2 tíma já, einmitt, og það þótti bara mjög töff því færri tíma því frábærari fyrst var þetta en núna það ekki lengur þannig og núna það þannig að fólk þarf að taka x marga tíma og miklu fleiri en 2
og fólk þarf að standast alls konar og fólk þarf að fara í gegnum ökuskóla 3 og prófa, þú veist, og það er svona virkilega reynda að leggja inn ábyrgðartilfinningu hjá ungu fólki, þannig að ungum ökumönnum hefur svona almennt gengið betur undanfærnum árum heldur en var hér áður fyrr, en enga síður að þá er þetta fólk með meiri hormóna heldur en við þannig að það er kannski ekki alltaf hjálplegt. Þetta er annar heimur, en sko þetta er ömurlegt, 11 látnir og svartasta janúar byrjun sem komst aðeins inn á áðan bara sem að hefur orðið nánast og svo tínist þetta svona endalaust inn en það er samt jákvætt kannski svona ljós í þessu myrkri að kannski segir það eitthvað umferðarhraða í þéttbýli hvort sem við horfum til höfuðborgarsvæðisins eða norður til Akureyrar eða eitthvað að það eru ekki að verða banaslys í umferðinni hér í Reykjavík. Ég myndir ekki kannski orða þannig að það sé ekki að verða banaslys á höfuðborgarsvæðinu eða í þéttbýli. Það er ekki þannig en hins vegar þá hefur kannski aukin umferðarþungi mögulega gert ég veit það ekki, þetta er ekki kenning, þetta er bara hugleiðing að aukin umferðarþungi hefur mögulega kannski hvatt okkur til að sýna meiri árvekni og keyra hægar í þéttbýli og við sjáum það sko, þú veist, það verður auðvitað árekstrar og það verður nudd og þú veist, en það kannski er enginn að slasast eða deyja eða síður, en það gerir samt ennþá. Veist, það er alveg, það verða hættuleg slys sem að valda miklum skaða jafnvel dauða. En ef við horfum til þessa árs þá, ég er ekki viss að sé neitt á þessum 11. Ég er ekki með þær upplýsingar, en það var allavega að hluta til í fyrra, það dóu 8 í umferðinni í fyrra og að hluta til var það í þéttbýli. Þannig að það er ekki hægt að segja að við séum bara öryggi þéttbýli. En sveitafjölin eru svona farin að kannski gera sér betri grein fyrir því hversu hraðin mikill áhrifavaldur á umferðaröryggi og það hefur svona færst í vöxt allavega að sveitafjölög íhugi eða jafnvel framkvæmi svona lækkaðan hámarkshraða. Það hefur gerst svona á stöku stað og svona það hefur aðeins verið að færist í vöxt í umræðinni. Það er að mjög mörgu að hyggja og svona með saminuðu átaki og aukinni árvekni og betri siðum og ekki síst ef stjórnvöld fara nú aðeins að forgangsraða sínum fjárveitingum átt að sjá því að þegar samfélag býr til ferðamannasprengju þá verður það að huga betur að innviðunum. Við leysum ekki þessi mál en það er ágætt að impra á þeim eins og við höfum gert og takk fyrir að koma. En Þórhildur Elínardóttir, samskiptastjóri Samgöngustofu, segðu okkur eitt orðum svona ykkar átak rafskúturnar í lokin og hverju þið hyggist ná fram í þeim efnum. Ég þarf að fá að segja aðeins meir en eitt orð. Nei. Sko, rafmagnslaupahjólin, þau eru bara hrein viðbútt ofan á aðrar áhættur. Það hefur ekki dregið úr áhættu í annars konar slysum, heldur bara bæst hreinlega við. Þannig að okkar átak sem við hófum í fyrra, það er í rauninni felst í því, það heitir ekki skút upp á bak og felst í því að hvetja fólk til að nota rafmagnslaupahjólin með sömu skynsemi eins og það myndi gera ef það væri með stærra ökutæki. Það er að segja ekki fara hratt. Nei. Það er ákveðin hámarkshraði sem það þarf að vera. Það er hægt að, ég veit að hvað má fara hratt? 25. En það er hægt að taka úr eitthvað öryggi til þess að fara hraðar. Sumir hafa verið að gera það sem að eiga sitt eigin rafmagnslaupahjól. Þannig að við brýnum fyrir fólki að keyra á skynsamlegum hraða. Hraðinn skiptir ofsalega miklu máli. Svo er það að vera edrú. Ekki vera undir áhrifum. Ekki tvímenna. Nei. Þú veist, það eru þessi sömu hlutir eins og almenn skynsemi segir manni að gera. Þú veist, að því að þegar þú ert á rafmagnslaupahjóli að þá ertu mjög óvarinn
Þegar þú ert á leiguhjóli þá ertu mjög líklega ekki með hjálm til dæmis. Hjólin eru lítil á þessum tækjum, þannig að ef þú ferð í misfellu eða onni í hólu eða upp á kant, að þá getur mjög auðveldlega hjólið snúist gegn þér og þá færðu stýrið í andlitið. Þannig, og það er það sem er að gerast, að fólk er að slasast, sko, áverkarnir eru bara mjög sýnilegir, læknar á spítölum hafa talað um mikla andlitsáverka, þú veist, tannmissi og svona, sem kannski fólk á þessum aldri sem notar hjólinn ekkit endilega spennt fyrir að upplifa. Nei, og þetta svolítið kvöld- og næturslys? Hefur verið það. Sem benda til áfengisneyslu. En þetta átak okkar, ekki skút upp á bak, við sáum raunverulegan árangur af því og við sáum það bara í okkar viðhorfskönnunum gagnvart því að hversu mörgum þótti í lagi að aka óvarlega áður og eftir. Þannig að við virkilega sáum að það hefði dregið úr akkurat þessum slysum og við viljum, við allavega teljum að svona aukin vitund fólks svona réttanotkun af þessum tækjum, að hún sé að skila árangri. Ertu með einhverja skoðun á því hvort þetta bara banna þessi fyrirbæri eins og sumar þjóðir hafa gert? Ég hef ekki persónulega skoðun á því, nei. En sko, ég held að eins og með alla tækni þá, ef hún er rétt notuð og þá getur hún verið ágætt. En sko, þetta er ekki hreyfing. Þetta kemur ekki staðin fyrir einkabílinn. Nei, og þetta er áhættu hegðun upp að ákveðnu marki. Ég meina, ef þú notar það með röngum hætti, það ert að taka sjansa, óþarfa sjansa, þá er það auðvitað ekki gott. Nei, og jafnvel sko þóttu takir enga sjansa, þessi pínulitli hjól sem þú nefndir, mér líður ekki vel á þessu. Ég prófaði þetta nokkuð sinnum og ég hugsaði bara, ég þori þetta ekki. Nei, við erum á svo gömul. Við viljum bara setja einhvers þar í stól og drekka kaffi. Þórhildur Elínardóttir, samskiptastjóri hjá Samgöngustofu, kærar þakkir fyrir spjallið. Takk fyrir mig. Og þá förum við yfir í nýjan kafla. Gunnar Smári tekur við. Hvernig getur við réttlætt að 60% eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.